Komiði sæl. Í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins og þátt flokksins í 80 ára lýðveldissögu okkar. Við fáum til okkar góða gesti sem allir hafa átt sinn þátt í þessari löngu og merku sögu og ræðum við þá þeirra þáttöku í starfi flokksins. Gestur minn að þessu sinni Ragnheiður Elín Árnadóttir, fyrrverandi alþingismaður, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Gaman að sjá þig. Þinn ferill í stjórnmálum, svona meðtöldum árunum sem þú varst aðstofamaður Geirs Hilmars Haarde, spannar hátt í 2 áratugi. Svona hvernig kom það til að þú komst inn í stjórnmálin og varst ráðinn aðstofamaður Geirs Haarde? Það var nú, skal ég segja, alls ekki planað og svona engin veit fyrir allt í einu, kannski. Ég ætlaði mér aldrei í stjórnmál. Það var bara þannig. Ég fór í framhaldsnefnd Bandaríkjanna í alþjóðasamskiptum og ætlaði mér að vera sendiherra þegar ég er stór eða vinna hjá alþjóðastofnun. En svo gerist lífið bara, eins og John Lennon sagði, það er það sem að gerist þegar þú ert upptekinn með að plana aðra hluti. Og ég var þarna að vinna hjá útflutningsráði, hérna heima, hafði verið í New York áður hjá útflutningsráði og þar með verkefni, ráðstefnu sem það atvikaðist þannig ég þurfti að leita til Geirs með mjög stuttum fyrirvara, það var held ég heilir 8 tímar að aðstofa mig í ráðstefnulok og hann tekur það að sér og það var mjög stór greiði nema í lok þess viðburðar þá kemur hann að máli við mig og ég að þakka honum fyrir, þá var allir mjög ánægðir þá sem þetta snerti og hann segir, heyrðu, má ég aðeins ræða við þig hérna eitt. Ég segi, já, ekkert mál. Hvernig lítist þér á að verða aðstofamaður fjármálaráðherra? Og ég ætti náttúrulega ekki að segja þetta en ég hef sagt þessu sögu svo oft að mín fyrstu viðbrögð voru bara svona, ertu galinn? Ég er ekki hagfræðingur, ég er stjórnmálafræðingur. Og hann alveg, nei, ég er hagfræðingur. Ráðuneytið fullt af hagfræðingum. Mér vantar bara einhvern eins og þig. Svo frétti ég að seinna hann hafði haft svona augastað á mér í þetta hlutverki, þetta er ekki nei. Þannig að það verður til þess að bara þetta er svona einn af þessum vendipunktum í lífinu. Þetta urðu 9 ár sem að við Geir unnum saman í 3 ráðuneytum og hann mikill vinur minn, mikill mentor og svona það var ekkert aftur snúið bara eftir þetta þá svona fær maður pöttuna þannig að þetta breyttist aðeins hérna, við fekk pólitísku pöttuna inn í blóðið og það tók önnur tíu. Algjör tilviljun það svona gera hlutinni. Þar með var peningunum kastað 20 ár tæp. Já, þar fóru 20 ára ævi minni. En sko þetta er langur tími eins og nefni, 9 ár og þið eru 7 ár í fjármálaráðuneytinu, 98 til 2005. Einhver svona eftirminnileg mál sem getur rifjað upp frá þeim tíma? Það voru mjög mörg spennandi mál. Við vorum að fara í gegnum, það voru mikla breytingar, það voru að breyta skattkerfinu, lífeyrissjóðskerfinu. Við vorum í alls konar svona hérna stærðarna breytingum á því hvernig við gerum hlutina. Og þannig að það var ákaflega lærdómsríkt en stóra málið og það sem að ég er hvað stoltust yfir að hafa fengið að taka þátt í, það var breytingarnar á fæðingarorlofskerfinu. Og það er eitthvað sem að hérna Geir hafði frumkvæði að og við unnum mjög þétt saman og ég hafði mikla aðkoma að því máli. Og þegar maður lítur tilbaka og horfir, þetta er árið 2001 sem að þetta tekur gildi, þessi löggjöf, þar sem við vorum með mörg markmið að jafna rétt foreldra til töku fæðingarorlofs, vorum líka með þetta sem jafnréttismál og svo auðvitað og fyrst og fremst að tryggja barninu samvistir við báða foreldra og þegar maður horfir tilbaka og breytingun á íslensku samfélagi þar sem við erum fremst í flokki erum hérna með sú þjóð sem mælist með mesta jafnréttið og skörum fram úr á þessu sviði þá er ég sannfærð að þetta er eitt stærsti þátturinn ef ekki sá stærsti í því að undirbyggja þetta þjóðfélag vegna þess að núna er það bara algjörlega sjálfsagt að báðir foreldrar taka fæðingarorlof og þetta svona er eitt af þessum
eitt af þessum málum sem að ég nefni alltaf fyrst. Þetta stærsta málið og Geir á mikið hrós skilið fyrir þá forystu sem hann tók innan ríkisstjórnarinnar. Vegna þess að hann fjármálaráðherra og þar með vinnuveitandi opinberra starfsmanna, en það þurfti aðkomu félagsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra að þessu líka, félagsmálaráðherra með almenna markaðinn og heilbrigðisráðherra með þá sem voru utan vinnumarkaðar, að því að við vorum að gera þetta að vinnumarkaðskerfi. Þetta var fjármagnað með tryggingagjaldi, þannig að það var verið að tengja þetta betur við vinnumarkaði. Og það voru alls konar hlutir, voru kjarasamningar og alls konar hlutir sem komu í veg fyrir bókanir í skúfum og mismunandi kerfi fyrir almenna og opinbera markaðinn og þannig að Geir hefur forystu þetta og þú verður náttúrulega að vera með fjármálaráðherra með þér í svona stórri breytingu en leggur til að félagsmálaráðherra fari með forsvar þessa málaflokks og það er ekkert oft sem að ráðherra gera það að gefa eitthvað frá sér. En hann var að hugsa bara heildarhagsmuni málaflokksins og bara var með þessa sýn og við vorum bara alveg ákveðin í því að koma þessu þannig í gegn. Þannig að þetta gekk allt saman eftir og þetta fór í gegnum þingi með öllum greiddum atkvæðum nema einn þingmaður satt hjá. Þetta nú heldur betur skila sér í íslensku samfélagi því að tala áhrif flokksins á þessar 80 ára lýðveldissögu. Þetta risa mál. Þetta myndi ég segja að væri eitt af stórum málum. En síðan atvikast það þannig að þú ferð yfir í utanríkisráðuneytið með Geir 2005 og svo þaðan þegar hann verið forsætisráðherra 2006. Búin að vera í fjármálaráðuneytinu lengi. Hvernig var svona að koma þaðan yfir í utanríkisráðuneytið og svo í forsætisráðuneytið? Utanríkisráðuneytið var uppáhaldið mitt. Það er svona, ef ég fyrir tilbaka eins og ég verið að segja, það er svona alþjóðamálin og alþjóðasamskipti og það að ég hafi ætlað að verða sendiherra þegar ég er stór. Þú ert alltaf alþjóðastjórnmálafræðingur í rauninni. Já. Og þannig að þar naut ég mín mjög mikið. Mér fannst það alveg ótrúlega skemmtilegt. Vorum það líka á sögulegum tímum 15. mars, 15. febrúar 2006 fær Geir uppbygginguna frá Nicholas Burns, aðstoðar utanríkisráðherra Bandaríkjanna, þar sem hann tilkynnir að varnarliðið fari 30. september á afmælinu mínu. Þú veist, mér fannst þetta náttúrulega ekki hægt. Þannig við fengum 6 mánuði til þess að bregðast við þessu og ég var í viðræðunefndinni viðskilnaðinn sem að fylgdi okkur svo í forsætisráðuneytið. Það kláraðist ekki fyrr en þarna haustið í september og það yrðu óvænt ráðherraskipti í júní þegar Geir fór yfir í forsætisráðuneytið fyrr en tilstóð. Og þannig að það fylgdi okkur þangað, en það var ótrúlega lærdómsríkt líka og ég tel að okkur hafi tekist þar líka að koma málum þannig fyrir að þegar upphaflega krafa Bandaríkjamanna var að við myndum kaupa af þeim eignirnar upp á Keflavíkurflugvelli. En þetta fór margar hringi og svo var bara klásúlan í varnarsamningnum að ef að þeir ákveða að færa þá þyrftu þeir að skila landinu eins og stóði í samningnum as is, eins og það var þegar að því var komið. Þannig að þegar við héldum því fram þá breyttist aðeins taktikinn og þannig að okkur tókst að ná þessu þarna saman og koma málum þannig fyrir að halda utanumvinda og losa eignirna svo á seinna meir hægt og rólega með þróunarfélagi Keflavíkurflugvalla sem var sett á laggirnar og hefur þróast í áranna rás. Þannig að þetta er orðið partur af Reykjanesbæ í staðinn fyrir að verða til þess að þarna hefði geta flætt íbúðir inn á markaðinn með tilheyrandi áhrifum á samfélagið á Suðurnesjum. Það er náttúrulega gríðarleg bylting eftir að Katagó eða þróunarfélagi sem hérna áður verður til. Það er náttúrulega mikil nýsköpun upp á Ásbrú, það er þarna komin háskólastarfsemi og gagnaver og ýmislegt, þannig að þetta verður heldur betur nýst svona inn í íslenska hagkerfið. Algjörlega og það var mjög vel haldið á þessu og svona sýnin tryggð einmitt að passa upp á það að þetta
þetta yrði til uppbyggingar og svo margt sem að og mætti betur fara og það alltaf hægt að gera betur. En þetta orðin ótrúlega fjölbreytt atvinnustarfsemi þarna. Eins og segir gagnaver, það algalíf með mikla starfsemi þarna, það eru alls konar hótel og bílalegur og hver veit hvað. Og svo Katego, við fylgst með því bara og fjalla sem Suðurnesjamaður, að að gera líka, miklar áætlanir þarna í kringum að laða flugtengda starfsemi og annað slíkt og heimamenn á Suðurnesjum sem hafa tekið þannig bolta og gert vel. En svo 2007, þá verða enn stórar breytingar þegar þú ákveður að fara í þingframboð. Hvernig kom það til? Já, eins og ég segi, þá var maður var komið með pólitíkina svolítið, pólitíska pattan hafði tekið sér bólfestu og það var einhvern veginn, það lá beint við þarna, haustið 2006, þá bjó ég í Garðabænum, var nýflutt í Garðabæn og ég get alveg hreinskildi sagt að það var ekkert mikið ég varð ekkert rosalega mikið fyrir einhverju áskorun eða eftirspurn, heldur var þetta bara eitthvað sem var ákveðið í góðra vina hópi og við að prófa. Þú veist, ég var búin að vera 9 ára aðstofamaður og þetta var orðið dálítið gott og mér fannst einhvern veginn eins og ég þyrfti að láta á þetta reyna, ég hafði mikið til málun að leggja fannst mér og langaði að hafa áhrif. Þannig að ég skellti mér í kjördæmi í prófkjör í Suðvesturkjördæmi og náði þar 5. sætinu í prófkjöri og get stolt sagt að þetta held ég stærsti kosningasigur Sjálfstæðisflokksins fyrir það síðar. Við náðum 42,7% í Suðvesturkjördæmi. Það var Þorgerður Katrín í fyrsta og Bjarni Ben í öðru og við náðum inn 6 þingmönnum og Ragnheiður Ríkharðs kom inn eins og hennar von og vísa baráttu í jaxlinn eldsnemma morguns. Ég man eftir því. Og það heyrðist langar sveitir þegar langan veg þegar það datt allt saman inn, þannig að þetta var frábær tími. En hvernig var svo komin á þing eftir að hafa starfað svona lengi í rauninni í kringum þingið í stjórnarráðinu en ekki verið beint þátttakandi þar inni, hvernig var það og nýttist reynslan á stjórnarráðinu inn í þingstörfum? Já, klárlega. Maður þekkti náttúrulega hvernig þetta virkaði allt saman. Árin 7 í fjármálaráðuneytinu á við doktorspróf held ég, vegna þess að þú lærir allt stjórnsýsluna, þú lærir hvert einasta verkefni, það ekkert sem gerist án þess að fjármálaráðuneytið komi að því. Þannig að það var ótrúlega góður skóli. Svo mitt áhugasvið hefur, eins og ég segi, alltaf verið legið í utanríkismálum, þannig að ég var í utanríkismálanefnd, ég var í Íslandsdeild NATO-þingsins, við vorum með að endurskoða þróunarsamvinnu. Þú veist, það var svona alls konar hlutir sem að maður laðaðist að. Og það var gott að vera með reynsluna, fann ég. Og það var svona frá öðrum sjónarhornum. Ég get alveg sagt að manni fannst maður ekki hafa neitt sérstaklega mikil áhrif sem óbreyttur þingmaður kom inn 2007, þá vorum við í ríkisstjórn með Samfylkingunni eins og menn muna. Og síðan gerist það náttúrulega bara 18 mánuðum seinna að það verður hér efnahagshrun. Og þá það þannig hjá mér persónulega að ég eignaðist barn 25. september 2008 og það 7. október sem að fræga ræðan haldin. Þannig að ég bara með pínu lítið barn, gat náttúrulega, ég var komin á þingflokksfund bara, þú veist, 1. október og en var með varaþingmann inni. Þannig ég að horfa á þetta allt úr þeirri fjarlægð, en þú veist, í SMS-sambandinu og skipta mér af. En þarna bara eins og fyrir alla, þarna gjörbreyttist allt saman fyrir mig og mína fjölskyldu persónulega, vegna þess að ég þarna í fæðingarorlofi og ætlaði að vera til áramóta og það fyrsti dagur minn á þingi eftir fæðingarorlofið 20. janúar, sá frægi dagur þegar búsáhaldabyltingin byrjaði og það var nú bara þannig að maðurinn minn kom með son minn þá 3 mánuða
til mín og ég gaf honum brjóst fyrir þingflokksfund sem byrjaði klukkan held ég 1 og svo þingfundur klukkan 3 og þá bara allt að byrja og byrjað út á Austurvelli og við komumst ekki neitt. Við vorum lokuð inn í þinghúsinu. Ég endaði með að fara einhverja leið sem ég vissi ekki að væri til á endanum, bara klukkan 8 kvöldið. Náttúrulega með barnabrjósti þannig sem ég hafði ekki geta gefið brjóst og maðurinn minn rétt slapp út úr þinghúsinu með hann áður en að allt verður vitlaust og það lokar. Þannig að Þetta rosalegt. Þetta var ótrúlegt og ég var að segja mitt syni minni frá þessu núna daginn hvað hann hefur verið partur hver hans svona partur af þessari sögu og honum fannst það mjög merkilegt en hann hélt áfram að vera í þessari sögu vegna þess að svo náttúrulega fellur ríkisstjórnin, það búið til kosningar og þá leitað til mín úr Suðurkjördæmi, ég Keflvíkingur, kynnti mig í Garðabæ þegar ég var að kynna mig fyrir fólki að þetta með enginn í Garðabæ og ég kynnti mig alltaf í prókinu sem keflvískur Garðbæingur og þannig að ég eins og fyrir þá sem þekkja mig að vita að þú tekur ekkert Keflvíkingin úr stelpunni saman hvar hún býr sko og þannig að þá var svona bárust fyrst, mér fannst þetta bara sniðugt sko, var að velta fyrir mér framtíðinni, þú veist við vorum ekki að mælast neitt sérstaklega vel í skoðanakönnunum hvort þetta væri þá bara þetta, voru skemmtilegir 8 mánuðir en og hugsaði með mér, við erum bara búin að byggja okkur upp gott heimili í Garðabænum og ég veit það ef ég ætla eitthvað að fara til í Suðurkjördæmi þekkjandi mitt fólk að það þýddi ekkert að sitja í Garðabænum og ætla að vera þingmaður Suðurkjördæmis þannig ég sagði ekki einu svona mannum mínu frá og þetta var samt komið út í dálítið, og ekki bara af Suðurnes sem heldur svona vítt og breytt kjördæmi þegar ég segi honum þetta eitthvað tímann og hann segi, akkur gerir þetta? Og það var verið að skora á mig að sækist þetta í fyrsta sætinu og ég segi, já við þurfum að flytja og ég meina, við erum bara með líf hér og einn í skóla og annan á leiðinni í leikskóla þá flytjum við bara, sagði Akureyringurinn sem ég gift og það var úr. Og þá bara ertu komin í framboð í Suðurkjördæmi, ég meina þú náðir bara mjög góðum árangur í þessu prófkjöri, sigraðir það og ert í rauninni út þinn þingveri í oddviti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi. Já. Hvernig að flytja sig úr, sko, ekki það þú varst kannski ekkit lengi þingmaður Suðvesturkjördæmis, en samt hvernig að flytja sig úr svona kjördæmi hér á höfuðborgarsvæðinu í landsbyggðarkjördæmi sem nú ekkit smá stórt eins og þau eru nú. Það voru mikil viðbrigði. Ég náttúrulega, sko, þarna ekkert langt síðan kjördæmi breyttust. Ég ólst upp í Reykjaneskjörn sem náttúrulega bara Suðurnesin og Hafnarfjörður og Kópavogur og fyrir þetta Reykjavíkur kjördæmi. Þannig að ég þekkti það mjög vel, en ég þekkti ekkert, þú veist, frá Hellisheiði. Og þannig að þetta voru mikil viðbrigði. Í Suðvesturkjördæmi gafstu kjördæmið á góðum klukkutíma. Kannski aðeins lengur og tekur Kjalarnesið líka inn í, en þarna fór ég úr frá Garðska til Hafnar í Hornafirði með Vestmannaeyjar þar til viðbótar. Fiskvinnsla, landbúnaður, alls konar iðnaður, alls konar allt önnur mál heldur en fólki í Suðvesturkjördæmi var var á þeirra radar. Þannig að þetta var óskaplega lærdómsríkt, hollt á tímum strembið, ég meina það gerð mikil krafa viðveru þingmanna hér og þar og ég var náttúrulega þingflokksformaður í stjórnarandstöðu á þessum sama tíma þannig að litli sonur minn fór mjög oft til Vestmannaeyja og Hafnar í Hornafirði og kjördæmi þvert og endilangt bæði í prófkjörinu og svo í kosningabaráttunni og svo öll svona allar fjölskylduferðir, eigum við að fara á humarhátíð, eigum við að koma á þjóðhátíð, þannig að það var svona reynt að taka þá með svona þegar það voru einhverjar bæjarhátíðir í kjördæminu. En þetta var, eins og ég segi, óskaplega lærdómsríkt og það var stemming. Jafnvel þótt að það væri allt í neikvæðni og það voru svona hörð mál eftir hruni, mikil reiði. Þetta gerðist á okkar vakt. Alls ekki að mínu áliti vegna
okkar stefnumála, það gleymist oft í þessu og þetta var svona alþjóðleg krísa sko. Og við vorum Kanarífuglinni í náminu, vorum fyrst. En það var samt stemming og við náðum upp mikilli baráttu og ég minni þingflokks formannatíð var svona reiðakonan og ég hef ekki hort á ræðurnar sem að ég held ég geti það ekki. Það gustaði að þér í þinginu, ég man það. Já, það voru margir slagir teknir og svona við vorum þarna í iSafe, það var fram að þau hafði ekki verið haldin, það var ekki lengri þingumræða, það var náttúrulega verið að safna undirskriftum fyrir til að skora forsetann og þetta gerðum við nokkru sinnum, ég man ekki lengur, var ekki 3 svar. Það var allavega 3 ISAF-samningar. Já, nákvæmlega, já, þannig að við vorum bara dálítið í þessu og það var verkaskipting og við vorum með Framsóknarflokknum í stjórnarandstöðu og það var bara, þú veist, það var tekið á því. Stjórnarskráin man ég var mjög Stjórnarskráin, þetta var þrennt, þetta var iSafe og Evrópusambandið auðvitað, stjórnarskráin og svo fiskveiðistjórnarkerfi sem að voru svona stóru málin sem að voru undir og þannig að við höfðum ýmislegt að segja í öllu þessum málum. Ég held að við höfum alltaf verið málumnileg. Þú veist, við vorum með bara okkar stefnu og það snerist líka á þessum tíma forgangsröðun þáverandi ríkisstjórnar sem að okkar mati var bara einfaldlega röng. Hérna voru efnahagserfiðleikar, þá eigum við bara að fara í það og svo getum við tekið svona byltingarmálin seinna, en það var að blanda þessu öllu saman og svo kemur náttúrulega í ljós að þau hefði ekki þingmeirihluta fyrir eins og Evrópusambandinu og því fór sem fór og en þetta þjappaði okkur saman og við náðum náttúrulega, stjórnarskránu var ekki breytt í andstöðu við þingviljan, eða sem sagt í einhverju svona meirihluta, það á ekki að breyta stjórnarskránu þannig, heldur á það að vera, það er bara þolinmæðisverk og verður að leiða það saman með ákveðnum hætti þannig að það verður ekki gerðar á því bylting. Það var ekki stjórnarskráin sem var til þess að hér urðu efnahagserfiðleikar. Það var svona okkar útgangspunktur en alltaf tilbúin til að setjast og það var stjórnarskrá nefnd og allt þetta en svo bara átt að keyra þetta í gegn. Þannig að þá varð maður bara að taka þetta hlutverk og vera leiðilega kellingin. En þú varst ekki leiðilegur en það að þú náðir mjög góðum árangri í kosningunum 2013 og Sjálfstæðisflokkurinn fekk 4 menn kjörna í Suðurkjördæmi. Og í fyrsta sinni 2 konur í eftirsætunum í landsbyggðarkjördæmi. Alveg rétt. Og reyndar ég enn þann dag í dag eina konan sem hefur unnið tvisvar líkt blokk í landsbyggðarkjördæmi í 95 ára söguflokks. Ég held að ég geti leyfið mér að fullyrða það af því að það hefur ekki breyst síðan sem að ég vona að þetta met verið slegið bara sem oftast og sem fyrst en þetta er merkileg staðreynd. Já, hún er staðreynd. En hvernig þú verður ráðherra 2013? Já. Og ég man vel eftir þeim tíma, þá hafði verið aðstofamaður þinn. Nákvæmlega. Það væri voða leiðilegt að vera búin að gleyma þér. En hvernig var að koma inn í ríkisstjórn eftir að því að þú ert búin að vera aðstofamaður, þekkir auðvitað stjórnarráðið vel, svo ert þingmaður, svo kemur þú inn í ríkisstjórn. Það er stærra stökk. Það er stærra stökk og það var auðvitað ótrúlega gaman og er eitt af þessum toppstörfum sem ég hef gengt og það var ótrúlega gaman og það var líka málaflokkurinn eða málaflokkarnir í iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu. Þetta er stórkostlegt. Þetta var svo fjölbreytt. Það voru ferðamálin, orkumálin, nýsköpun, verslun og þjónusta, samkeppnismálin, fasteigna viðskipti, bara allt, kvikmyndaiðnaðurinn, tónlistariðnaðurinn, allt sem nöfnum tjára nefna. Þannig að fyrir mig, ég þekkti sumt vel, ég þekkti orkumálin vel, hafði verið iðnaðarnefnd, ferðamálin hafði verið þar, hingað og þangað í gegnum minn starfsferil. Svo var annað eins og nýsköpunin, sem ég þekkti bara eiginlega ekkert til. Og það var alveg stórkostlegt að fá að kynnast þeim geira vegna þess að
það að læra svo, ég man einhvern tímann bara, það var einhver vandræði hvort það var þegar Sigmundur Davíð hætti sem forsætisráðherra og ég var á leiðin á Bessastaði til að fara á ríkisráðsfund en það var einhver fundur hjá Þorsteinn heitinn Sigfússon stóð fyrir hjá Nýsköpunarmiðstöð á Grand Hotel þar sem að einhver ársfundur og ég var komið með einhverja ræðu en svo sátum við í ráðuneytinu bara daginn og undan og ég vil bara einhvern veginn tala vinnubrögð og hvað stjórnmálin getar lært af vinnubrögðum í nýsköpunarfyrirtæki. Vegna þess að það sem svo stórkostlegt, þú ert með hugmynd, þú setur hana fram, hún virkar ekki. Og þá ekkert bara verið að segja, þú ert bara algjörlega misheppnaður af því að þú hefur ekki komið þessari hugmynd á framfæri, þá bara, ok, hvað gerðu við vitlaust? Byrjum aftur. Og að læra af þessu fólki það, og það voru margir sem sögðu við mig sem hefðu farið nokkur sinnum og héldu áfram, að þegar þau voru að leita fjármagni, þeir sem höfðu aldrei gert mistök, eða hefðu aldrei lent í neinu, það var ekkert auðveldara fyrir það fólk að fá fjármögnun, vegna þess að það var oft þegar þú ert búin að fara á hausinn eða hætta með og þróa, þar lærdómurinn og þar seglan og þar svona krafturinn sem þarf til að koma hugmynd í framkvæmd, ekki bara að geta allir fengið hugmynd, og það svo hvernig þú spilar úr henni. Og það svo gaman að fylgjast með vegna þess að þegar ég kem að þessu málaflokki, það var rosaleg gróska og ég fæ góðan þá kunningja, núna vin í heimsókn, Datti Disko, Datti Guðbjörnsson, sem að segir, veistu það Ragnhildur, bara á fyrstu dögum mínum í embætti. Það var áður en þú komst með þessu. Nei, ég var með þér í þessu. Varstu með mér hérna? Já. Og segir, heyrðu, þú verður að passa upp á nýsköpuninu. Og ég segi, já, þú verður það bara að hjálpa. Og hann gerði það svo sannlega, vegna þess að við settum bara reglulega, fylltum dagatal, dagskrána, bara tókum heilan dag, nýsköpunardagur með data. Og fór og heimsótti öll þessi fyrirtæki sem voru á sikkurum staðnum, stór og smá. Og það svo gaman að fylgjast með þessum fyrirtækjum núna. Þú veist, Lauf, hjólafyrirtækið, Controlant. Og þú veist, ég get ekki einu sinni byrjað að nefna Kerecis. Ég meina, fyrsta unicornið okkar. Og hafa átt eitthvað smá þátt í því að bæta umhverfið, af því að við tókum okkur til, það vantaði stefnumótun í svo marga málaflokka þegar ég kem í ráðuneytið. Við settum nýsköpunarstefnu, við fórum í hugverkastefnu, við gerðum alls konar ferðamálastefnu, vegvísir í ferðaþjónustu, vegna þess að það er annað stórt verkefni sem að blasti við í ráðuneytinu. Það var búið að ná gríðarlegum árangri eftir Eyjafjallajökul og eftir hrunið og alls konar þegar ferðamenn, sérstaklega við gosið, þegar ferðaþjónustan lenti miklu vandræðum bara í apríl, rétt áður að ferðamannatímabilið sumarið var að byrja. Og það þá sett sem frábært verkefni, Inspired by Iceland. En það var eins og enginn hefði haft trú að það myndi virka, vegna þess að þegar við komum, þá að byrja, þegar ég kom í ráðuneytið, þá voru 600.000 ferðamenn, þetta var 2013, 600.000 ferðamenn á ári til Íslands. Þegar við förum úr ráðuneytinu í janúar 2017, þá þetta komið upp í 2 milljónir. Og þetta gerir svona, og þá titlaði ég mig á þeim tíma klósettmálaráðherra, vegna þess að það þarf náttúrulega að byggja upp innviðan og það var stóra máli þar og það var heldur ekkert plan fyrir það. Þannig að við tökum okkur til og í samráði við, samstarfi við ferðaþjónustuna, við sveitafélögin, útbúum fyrst vegvísi í ferðaþjónustu, sem svona 5 ára plan. Ætluðum að gera miklu lengra. En þá sáum við bara að það var bara þurfti bara svona átak í alls konar málum, bæði uppbyggingu innviða og bara í stefnumótun í landshlutunum, í að hugsa hvaða ferðamenn viljum við eru að sækjast eftir að fá, og fá Guðfinnu Bjarnadóttur, sem tók þetta að sér og leiddi þessa vinnu og gerði það frábærlega. Og í kjölfarið gerður setu á laggirnar stjórnstöð ferðamála sem ég fekk mikla gagnrýni fyrir. Ég væri nú að búa til
nýtt bákn, Nýja stofnun, já. en þetta var ekki stofnun, þetta var að því komst að því þarna þegar klósettumræðan stóð sem hæðist, þá fæ ég mikrofónin í andlitið eftir ríkisstjórnarfundin. Það var einhver sem fór á klóstið í Þingvallakirkjugarði, hvað ætlar að gera í því? Og við höfum komið þarna inn og alltaf bara, ég talaði við fjármálaráðherra og fékk fjármagn til að fara í átak á fjölsóttu ferðamannastöðum. Svo kemur það bara í ljós að ferðamálaráðherrann sem var ábyrgur fyrir þessum málaflokki, hafði bara ekkert þessi mál að segja. Vegna þess að fjármálaráðherrann þurfti að borga, já, ég var búin að fá það í gegn. Umhverfisráðherrann fer með þjóðgarðina, nema Þingvallaþjóðgarð, það var forsætisráðherra. Sveitarfélögin sáum skipulagið, samgönguráðuneytið sáum vegina og það allt saman. Og sveitarfélögin voru þarna líka aðilegum sem ég segi, og ferðaþjónustan sagði, heyrðu, ég vil ekkert klósetti þarna því að rútunar okkar stoppa hér, þannig að þau þurfa líka að vera í þessu samtali. Kemur ljós að ferðamálaráðherrann réði engu. Þannig að það sem að stjórnstöð ferðamála, og ég ótrúlega stolt af því, vegna þess að þar náðu við svona heildar stjórnsýslu og svona whole of government, og ég sletta aðeins, plus, vegna þess að tóku sveitarfélögin og ferðaþjónustuna inn í þetta. Ég fekk alla ráðherrana og forsætisráðherra þurfti að skipa, ég gat ekki sem óbreyttur ráðherra verið að kalla saman ríkisstjórnarfundir, og þetta var þurfti svolítið að samfara fólk þetta, að þetta væri góð hugmynd. En forsætisráðherra skipaði þessa nefnd, setur mig við borðsendan sem formann, af því að ég var svo eina sem var með augun á ferðaþjónustunni. Leiddi allt þetta fólk og svo var vinnunefnd, og þetta var 5 ára plan, og ég hætti, þetta byrjaði 2015, og ég hætti 17, og Þórdís Kolbrún tekur við af mér í iðnaðarráðuneytinu, og hún heldur þessu áfram, og mér þótti rosalega vænt það að hún efndi loforðið sem ég hefði gefið að þetta yrði ekki að nýrri stofnun, þetta væri bara svona átak sem að þurfti, og við lofuðum að það yrði klárað á 5 árum. Hún bauð mér á seinasta fundin í ráðuneytinu, seinasta fund stjórnstöðar ferðamála 2020, og þar með var verkinu lokið, og þetta var mjög praktist, þetta voru bara svona tossalistar inn í vegvísunum, og það var búið að gera ótrúlega mikið átak sem betur fer, vegna þess að svo heldur þetta áfram, alltaf svo kemur COVID. Þannig að undirstöðuna voru miklu betri, og það bara, þú veist, það er stundum svolítið leiðilegt að vera í einhverju slíkri vinnu, en hún þarf að vera, þegar þú vilt freka vera klippa á borðana, sko, en það þarf að byggja undirstöðunar, og það er svona kannski það sem ég er stoltust af í ráðuneytinu. Ragnheiður Elín, látum þetta vera lokaorðin í þessum þætti. Þakka kærlega fyrir komuna, það var gaman að fá öll að rifja þetta upp með mér. Þetta var góð upprifjun á þessum tíma okkar saman í ráðuneytinu. Og við fórum ekki einu sinni í kvikmyndirnar eða tónlistina, þetta bara tökum það þegar flokkurinn verður 100 ára, þá förum við þangað. En við höldum áfram að fátt okkar gesti í næstu þáttum og fjöllum sögu flokksins og 80 ára lýðveldi í samtölum við fjölbreyttan hóp fólks sem hefur haft áhrif á þessa sögu og mótað hana. Alla þætti má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum á YouTube og heimasíðu flokksins. Missið ekki að næsta þætti, verið sæl.